Okkar vandi sá að okkar atvinnulíf heilbrigt og undirstöðunar eru traustar. Ég kemst að þeirri niðurstöðu að íslenska efnahagsundrið eigi sér alveg eðlilega skýringar. Og þessar skýringar eru fólgnar í því að það sem við gerðum var að við virkjuðum fjármagn sem áður lá dautt. Og einkavæðingin, við fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Við erum með einhverja öflugustu lífeyrissjóð í heimi. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ára verið að myndast gífulega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. Að undanteknu Davíð Oddssyni. Hugsið ykkur að bankakerfið hefur á milli 7 og 10-faldast á 4-5 árum. Ungir og sprækir menn komu að stjórna þessara banka. Og hugsaðu hvað verður nú gaman ef við bara héldum áfram og gæfum í. Og eitt af því sem ég komst nú að þegar ég skoðaði þetta íslenska efnahagssundið var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífeyrir er að meðaltali hæstur á Norðurlandi hér. Barnabætur til lánanna fólks eru tiltölulega góðar. Vinstri menn eru menn sem að halda með masi og fundahöldum og sko ljóðalestri. Þá sé hægt að leysa einhverju lífsgátu. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur breyst vegna þess að á stríðstímum, þegar þú ert að endurskapa, þegar þú ert í mikilli baráttu, þegar mikill ágreiningur uppi, þegar miklar hræringar eru í þjóðfélaginu, þá þarftu Winston Churchill og Davíð Oddsson. En á miklum friðstímum, þegar ekki mikill ágreiningur, þá getur verið að maður eins og Geir Haarde sé heppilegri. Og Geir Haarde er einhvern veginn maður sem er samhljóma tíðarandanum. Hann er mildur og mjúkur, hann er sanngjarn og sáttfús, hann er landsföðulegur og hann er maðurinn sem á við núna. Ég ætla þó að segja eitt sem er að vísa fyrir mína hönd, en ég held að ég tali það líka verið hönd Davíðs Oddssonar, einmá. Það yrði okkur alveg sérstakt fagnaðarefni ef hann Geir Haarde stígur út úr skugga Davíðs og verður stór stjórnmálamaður af sjálfum sér. Ég held að þorri þjóðarinnar treysti Davíð mjög vel. Vinstri menn eru miklu pólitískari heldur en hægri menn, þess vegna eru þeir ekki eins foringjahollir. Íslenska ríkið er skuldlaust. Íslenska ríkið er skuldlaust. Það þetta þýðir að við höfum mikið svigrúm. Jú, kapitalisnir íslensku, þeir voru dálítið gloppóttir. Þeir voru ekki snjallir eins og ég held, að undanteknu Davíð Oddssyni. Það hefði verið miklu eðlilegar og skynsamlegar að gera sem Davíð vildi gera en var borin ofurliði með, sem var dreifð eignaraðild af bönkunum. En síðan koma til sögunar svikamyllur að undanteknu Davíð Oddssyni og þessir menn sem að gerðu þetta reistu þessar svikamyllur, þeir bjuggu ekki við neitt aðhald í þjóðfélaginu frá 2004. Forsetinn var klappstýra hjá þeim, þeir réðu öllum fjölmiðlum, þeir réðu flestum rithöfundum, jafnvel virðulegi rithöfundar eru baugspennar að undanteknu Davíð Oddssyni. Öll þjóðin, ég tók mér þess að sjálfur þátt í þessu. Þannig er hræsnin og fláttskapurinn, alveg honum er lýst mjög vel. Þannig að ég er sammála Davíð Oddssyni. Ég har ekki leiðum að vera sammála. Ég á það ósk heitasta að Geir Haarde verði jafn vel heppnaður stjórnmálamaður að Davíð Oddsson var. Í Sjálfstæðisflokknum er eiginlega fólk sem að hugsa ekkert mikið pólitík og er frekar ópólitískt. Þeim finnst gott að hafa mann sem að sér pólitíkina fyrir þá og Davíð var slíkur maður. En Sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Það var ekki kennt hóf, það má orða það þannig. Ég bara segi við ykkur, það er eitthvað óeðlilegt í þjóðfélag þar sem að einn og sami maðurinn og klíkan í kringum hann að undanteknu Davíð Oddssyni getur átt allt hér á Íslandi. Þannig var ástand á Íslandi, þeir voru ófyrirleiknir.
Ég myndi gangast við því að ég hafi verið hugmyndafræðingur þessa. Það var trilltur dans í kringum gullkálfinn.